og hitti þig, verð hjá þér alla stund. Við byggjum saman bæ í sveit sem brosir móti sól. Þar ungu lífi landið mitt mun ljá og veita skjól. Sól slær silfri á voga, sjáðu jökulinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveir, því ég komin heim að ferðalokum þinn. Ég þig sem mér fagnar höndum tveim. Ég komin heim, já, ég komin heim. Völlur grær og vetur hlýr og vermir sólin grunn. Kem ég heim og hitti þig, verð hjá þér alla stund. Við byggjum saman bæ í sveit sem brosir móti sól. Þar ungu lífi landið mitt mun ljá og veita skjól. Sól slær silfri á voga, sjáðu jökulinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveir, því ég komin heim að ferðalokum finn ég þig sem mér fagnar höndum tveim. Ég komin heim, já, ég komin heim. Rosalega eru þið mörg, svo stutt lag. Gerum bara aftur. Völlur grær og vetur hlýr og hermir sólin grund. Kem ég heim og hitti þig, verð hjá þér alla stund. Við byggjum saman bæ í sveit sem brosir móti sól. Þar ungu lífi landið
fyrir okkur tveim, því ég er komin heim. Að ferðalokum finn ég því sem mér fagnar höndum tveim. Ég er komin heim. Já, ég er komin heim. Ég er komin heim. Já, ég er komin heim. Rektor, deildarforsetar, útskriftarnemar, góðir hátíðargestir, gleðilega hátíð. Ég heiti Sofía Dagmar Þorleifsdóttir og er verkefnastjóri á kennslusviði. Ég vil byrja að nefna það að hún Halldóra Lóa Þorvaradóttir, framkvæmdastýra kennslu og þjónustu sem að vanalega hefur stýrt þessum athöfnum, er því miður forfölluð að sendir ykkur kæra kveðjur. Sofía Björg Óðinsdóttir hóf dagskrána hjá okkur í dag og söng lagið Ferðalok. Lagið er upphaflega samið að ungverska tónskáldinu Emerick Kallman, textinn er eftir Jón Sigurðsson. Settur rektor Háskólans á Bifröst, Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir, hefur formlega dagskrá með því að flytja okkur hátíðaræðu dagsins. Gjörið svo vel Ólína. Kæru útskriftarefni, samstarfsfólk og aðrir góðir gestir. Dagurinn í dag er mikill hátíðisdagur í sögu Háskólans á Bifröst. Aldrei fyrr í starfstíð skólans hafa jafn margir lokið námi og í dag, þegar 213 taka við prófskírteinum hér á eftir og stíga inn í nýtt skeið. Þar af 42 úr félagsvísindadeild, 26 úr lagadeild og hvorki fleiri né færri en 148 úr viðskiptadeild. Alls 167 meistaranemar og 46 úr grunnnámi. Þetta er sögulegur áfangi og ég óska ykkur öllum og okkur öllum innilega til hamingju með þennan árangur og segi við nemendur útskriftarefni dagsins, þetta er ykkar dagur, ykkar stund til að fagna ykkar á afreki. Engum getur þó dulist að síðustu vikurnar á námsferli ykkar hafa verið krefjandi tími í starfsemi Háskólans á Bifröst. Við sjáum nú á bak fráfarandi rektor skólans, Dr. Margréti Jónsdóttur Njarðvík. Á 6 árum undir hennar forystu tók skólinn stórstígum framförum á sviði gæðamála, námsframboðs og nýsköpunar og ég vil, áður en lengra er haldið, votta Margréti Njarðvík sérstakar þakkir fyrir störf hennar, þjónustu og hugsjónir í þágu Háskólans á Bifröst og óska henni velfarnaðar í framtíðinni. Á þessum hátíðlega degi falla þó áhyggjur og erfiðleikar í skuggann fyrir gleðinni, stolti ykkar og þeim sögulega árangri sem við erum hér saman komin til að fagna. Þessi stærsta útskriftarsamkoma Háskólans til þessa er skýr vitnisburður framfarir skólans, dugnað ykkar og styrk okkar allra sem háskólasamfélags.
Háskólinn á Bifröst býr að ríkum mannauði og ég vil þakka starfsfólki öllu fyrir fagmennsku þess og ósérhlífni í þágu háskólans okkar sem við unnum öll. Ekki síst þakka ég þeim sem síðustu daga hafa lagt nótt við dag að undirbúa þessa útskrift. Háskólinn á Bifröst hefur löngum verið háskóli sem brýtur upp hefðir, fjárfestir í nýjungum og setur nemandann í forgrunn. Háskólinn er í dag leiðandi í fjarnámi á Íslandi. Með fjarnámsleiðum sínum hefur skólinn opnað hlið sem áður voru lokuð og byggt brýr milli byggðarlaga, milli landshluta og jafnvel milli landa. Mörg ykkar hefðuð ekki getað stundað háskólanám nema vegna fjarnámsins. Mörg ykkar áttu þess ekki kost að flytja úr heimabyggð, yfirgefa fjölskyldu eða starf, en þið gátu lært heima, í vinnunni, á ferðinni, þar sem þið voruð stödd í ykkar lífi hverju sinni. Það hefur vafalítið kostað bæði erfiði og tíma og kannski tár. Núna eru þið að uppskera, getið hort fram á veginn, sótt ný tækifæri og þar sem það á við, flutt þau með ykkur á heimaslóðir. Vegna fjarnámsins geta fjölmörg ykkar sem búið á landsbyggðinni nú haft áhrif í ykkar nærumhverfi með nýrri þekkingu og styrkari stöðu. Þannig eru samfélagsáhrif fjarnámsins við Háskólann á Bifröst. Það opnar gáttir, það breytir lífsviðhorfum og það styrkir samfélag. Að mennta fólk til áhrifa og ábyrgðar er hlutverk sem Háskólinn á Bifröst hefur helgað sig. Menntun er ekki einungis tól. Hún helst í hendur við siðferðilegar skyldur, því eins og við vitum er menntun einskis virði ef hún er ekki notuð til góðs. Þitt er menntað afl og önd eigir þú fram að bjóða, hvassan skilning, haga hönd og hjartað sanna og góða, orti Klettafjallaskáldi Stefán G. Stefánsson. Mennt er máttur og það skiptir máli hvernig með þann mátt er farið. Gildi skólans, heiðarleiki, ábyrgð, virðing og fagmennska eru ekki aðeins orð á blaði. Þau eru hornsteinar samfélags sem vill dafna og þroskast. Eitt þeirra grundvallar gilda sem háskólar hafa í heiðri er tjáningarfrelsið. Tjáningarfrelsi er lífæð lýðræðis. Það er ekki aðeins rétturinn til að tala, heldur rétturinn til að spyrja, gagnrýna og efast og leita sannleikans. Það er rétturinn til að halda fram óvinsælum skoðunum, til að skiptast á hugmyndum, til að ræða málin í anda gagnrýninnar hugsunar. Menntað samfélag er ekki kyrrlátur samhljómur, heldur lifandi samtal, stundum hvassara en okkur þykir þægilegt, en alltaf nauðsynlegt. Þið útskriftarnemar eruð að ganga út í heim sem þarf á rödd ykkar að halda, rödd ykkar og hugrekki. Rödd sem er fræðilega undirbyggð, rödd sem er ábyrg, sem tjáir sig með virðingu og hugrekki. Í ljóði Guðmundar Böðvarssonar, Rauði steinninn, er fjallað það sem oft er hulið í ys og þys dagsins, jafnvel fótum troðið. Það eru verðmætin, gildin eða tækifærin sem liggja í ryki vegarins. Það blikar af þeim stutta stund, en við gefum þeim ekki gaum og þau renna okkur oft úr greipum. Í vegarins ryki lá rauður steinn, við riðum þar hjá eins og gengur. Með háværum þys, í þeisandi hóp, þá var ég ungur drengur. Og röðull skein þá hverri rós á brá, við riðum þar hjá. En ljósið fjall á hann örskamma stund með ósegjanlegu bliki.
Við hvarflandi jóreik og hófast lágt, hann hvarf mér í vegarins riki. Eins og rúbínsteinn var hann rauður og hreinn, eins og rúbínsteinn. Ég leitaði hann seinna hinn sama dag, einn sveinstauli lítill og hljóður. En degi var hallað, dimman í hönd, það var döggfall og hásumar gróður. Og ég fann hann ei þar, sem að fyrr hann var, hann fannst ekki þar. Já, það ýmislegt í þessu lífi sem rennur okkur úr greipum því við tökum ekki eftir því, grípum það ekki þegar færi gefst á. Það geta verið verðmætustu gildin eða tækifærin í lífinu sem blika oft örskamma stund en eru svo horfin fyrir en varir. Kæru útskriftanemar, takið eftir ljósglampanum við veginn. Grípið tækifærin, skapið ný. Haldið áfram að læra, að vaksa og að hafa áhrif og munið að menntun ekki aðeins gjöf til ykkar sjálfra, hún líka gjöf til samfélagsins. Ég óska ykkur öllum innilega til hamingju með árangurinn. Takk fyrir Ólína. Það okkur mikil ánægja að bjóða sérstakann gest hátíðarinnar velkominn, hann Jón Trausta Ólafsson. Jón Trausti fyrrum nemandi Háskólans á Bifröst og starfar í dag sem forstjóri Öskju bílaumboðs. Við erum honum afar þakklát fyrir að vera með okkur hér í dag og vilja bjóða honum að stíga hér í pontu og flytja nokkur orð. Gjörðu svo vel, Jón Trausti. Rektor, kæru útskriftarnemar, kennarar, starfsfólk á Bifröst, fjölskyldur og vinir, til hamingju með þennan stóra áfanga. Það mér mikill heiður að fá tækifæri til að ávarpa ykkur í dag á þessu mikilvæga degi og ég gera fyrst og fremst með þakklæti huga til Háskólans á Bifröst, til kennarana sem kenndu mér á sínum tíma fyrir 30 árum síðan og til samnemenda minna sem margir hverjir ennþá góðu vinir mínir í dag. Ég fæddist árið 1974 á Akranesi og ól eiginlega upp manninn á bílaverkstæði föður míns. Þar lærði ég fljótt að vinnan göfga manninn og þar tók ég minn fyrstu skrefi í bílabransanum. Það má segja að ferill minn hafi hafist með fötu, svampi og að slípa felgur og fyrir fermingu var ég byrjar að þrífa bíla og hreinsa og slípa felgur. Það var ekki mikill glamúr við þessari vinnu á þessum tíma, nema síður sé, og stundum kom ég heim svo grútskítugur að mömmu þótti nógu En þetta kenndi mér þrennt sem ég tók með mér út í lífið. Í fyrsta lagi að þá engin vinna og ómerkileg fyrir þann sem vill vinna. Í öðru lagi þá lærir þú jafn mikið á því að bretta upp ermarnar í heiðarlegri vinnu og á bókunum sem þú lest. Og í þriðja lagi, sá sem þrífur og slípar felgur, hann lærir jafn mikið þjónustu og vöndu vinnubrögð og sá sem situr á skrifstofu og skoðar þjónustukannanir. Eftir að ég útskrifast úr menntaskóla, þar að segja Fjölbrautaskólanum á Akranesi, þá bauðst mér starf sem fararstjóri í Portúgal. Það var með afbrigðum skemmtilegt og mér fannst engin dagur eins og ég fekk tækifæri til að ferðast og njóta alls konar með fólki við kjöraðstæður sólar og góðs hitastigs. Hins vegar fannst móður minni mér vera fullt mikið á flakki heiminn og ákvað því að taka málin í sínar hendur og hún skráði mig í skólann á Bifröst á því herrans ári 1996 og þar lauk ég diplómanámi í rekstrarfræði 2 árum síðar. Ég verð henni ævinlega þakklátur fyrir að hafa gripið inn í eins og góðar mæður eiga að gera á svona stundum. Á Bifröst kynntist ég námi sem ég tengdi strax við. Það hjálpaði mér mikið að hér voru frábæri kennarar og skemmtilegir samnemendur og verkefni voru raunhæf. Við vorum á þessum tíma 100 nemendur við skólann og byggum flest á Bifröst. Þetta var góður tími.
Það segir nú kannski svolítið hvernig ástandi var að mér og 2 skólafélögum mínum okkur voru einir settið þann kostur að vera komið fyrir sumarbústað við Hreðavatn og þar byggum við fyrstu önnina og leiddist ekki. Stundum þurfti maður að gangi í skólan í gegnum hraunið og því mynduðust mikil og góð tengsl við Bifröst og þá einstöku náttúruperlu við Hreðavatn og umhverfi sem í kringum Bifröst er. Einn mikilvægasti lærdómurinn frá námi mínu við Bifröst sem ég kynntist var frá fyrstu hendi hver lítill hópur, samfélag og samvinna geta haft gríðarlega mikil áhrif og góð. Og ég hef alla götu síðan leitast til því að byggja starf mitt á þeim gildum sem skólinn stendur fyrir og kenndi mér, sem eru ábyrgð, frumkvæði, samvinna og þjónusta við samfélagi. Þegar ég lauk námi í rekstrarfræði, það lá mér á út í lífið. Ég var áðin sölustjóri notara bíla hjá bílaumboðinu Heklu. Þar fekk ég elskirni því að stýra sölustarfi með 8 manna teymi þar sem flesti voru miklu reynslu meir en ég. En rekstrarfræðinámið á Bifröst reyndist mér vel, enda var það praktískt og afar vel tengt raunhagkerfinu. Eftir 9 mánuði í starfi tók ég við stöðu þjónustustjóra með 90 manna svið. Og á 2 árum sem ég starfaði þar, þá lagði ég grunn að því sem ég gert síðan og lærði þá að þjónustu þáttur hjá bílaumboðum og fyrirtækjum almennt er það sem skiptir öllu máli þegar kemur að samkeppnisforskoti. Jafnframt hversu flókin og krefjandi þáttur í starfsemi þjónusta getur verið. En þegar ég var komið í sögu, þá ákvað ég að mennta mig meira og því skráði ég mig í og lauk BS-námi frá Bifröst árið 2007 í fjarnámi. Og fjarnámið hendaði eins og fyrir ykkur feikilega vel fyrir unga mann sem var upptekið við vinnu og var komið sem fjölskyldu og byggja heimili. Nú fjarnámið þá hefur tekið miklu breytingum og má fullyrða að skólinn sé fararbroddi fjarnáms hér á landi og jafnvel þótt víða þessi leitað. Þetta skiptir miklu máli fyrir fólk sem vil mennta sig en á sama tíma tryggja fjárhagslegt sjálfstæði og þá skiptir tenging skólans við atvinnulífið miklu máli auk þess sem þessi möguleiki er sérlega mikilvægur fyrir fólk sem býr á landsbyggðinni og vil starfa og búa í heimabyggð en sækja sína menntun í leiðinni. Þegar ég lauk BS-námið í Bifröst var ég byrjaður að byggja upp bílaumboðið Öskju og var þá framkvæmdastjóri fyrirtækisins þegar það var skilið frá Heklu. Á þeim tíma voru starfsmenn 50 og veltan voru innan við 2 milljarðar króna. Við þróum fyrirtæki saman og í dag eru við 250 og veltan rúmlega 30 milljarðar króna. Og þessi árangur vakti athygli ekki bara hér á landi, heldur líka fyrir utan landsteinana og á síðasta ári það keypti alþjóðlega fyrirtæki Innscape sem er stærsta í heimi á sínu sviði, fyrirtæki Öskju og systurfélögin og fyrirtæki skráði í kauphöllina í London. Nú þessi kaup voru mikil viðurkenning fyrir starf sem allir starfsmenn Öskju hafa lagt að mörkum og það uppbyggingarstarf hefur verið byggt á því að setja gæði, þjónustu og mannauð í fyrsta sæti. Það er líka byggt á öflugri samvinnu og ekki síst að hlusta á viðskiptavininn og fylgjast með alþjóðlegum straumum, að vera hluti af straumnum í staðinn fyrir það að fylgja honum. Allt þetta hlutir sem ég tileinkaði mér við Háskólann á Bifröst og nýtti mér við þróun starfsferlis. Það er gott að minna sig á að heiðarleg vinna og dugnaður í raunhagkerfinu, hann skilar sér alltaf. Hún skapar tengingu við lífið og samfélagið og tryggir skilning og virðingu fyrir raunverulegri verðmætasköpun. Við höfum alltaf látið það viðhorf ráða þegar kemur ráðningum og framgangi í starfi. Menntun skiptir miklu máli en að lokum er það viðhorfið til vinnu og náungans sem fleytir fólki lengst. Nú hér fór ég stuttlega yfir minn feril, ég gerði það ekki til að hreykja mér, heldur til að undirstrika mikilvæg þess að hætta aldrei að læra. Lærdómi lýkur aldrei. Hann breytir bara form. Ég fór ekki í viðskiptanám eða út af vinnumarkaðum til að vera forstjóri. Hlutinni bara æxluðust þannig. Ég hef leitað í verkefni sem ég brenn fyrir og geri vel en ekki til að safna titlum. Titlar koma og fara. En það sem eftir situr er hvernig þið komið fram við ykkar samstarfsfólk og hvað þið gefið af ykkur. Orðspor manns er það dýrmætasta sem hver maður á. Sterkt og gott orðspor getur orðið ykkar verðmætasta eign í lífinu. Það er þrennt sem reynslan hefur kennt mér og er ekki endilega að finna í námsbókunum.
Í fyrsta lagi þarf að hlusta. Það er svo ótrúlega verðmætt að mæta til leiks í samtal við starfsmenn og viðskiptavinni og vera meðvitaður að hlusta. Hvað er það sem viðskiptavinnurinn er að leitast eftir og á sama hátt, hvað er það sem skiptir starfsmanni mestu máli? Oft koma bestu lausnirnar í gegnum það að hlusta og sjá þá að finna að það er til sameiginleg sýn. Númer 2. Að það er valdefling. Mikilvægustu starfsmenn þínir eru oft þeir sem fá tækifæri til að takast á verkefni sjálfur og leysa. Þeir koma með lausnirnar og bera leið ábyrgðina á því að klára það sem liggur fyrir. Í framkvæmdastjórn hjá mér eru flestir af mínum öfluga hópi starfsmenn sem hafa byrjað mjög ungir. Þeir hafa farið milli deilda og verið tilbúin að taka þroskaskrefin sín eitt og eitt í einu. Það er oft flókið að ætla að hoppa yfir 2 læki í einu og því kalla það gott samspil stjórnanda og starfsmanns að hafa sameiginlega sýn á hvert viðkomandi stefnir og takast á við 1 læk í einu. Með réttu viðhorfi, dugnaði og vilja til að þroskast og læra að þá mun árangurinn koma. Að upplýsa og vera hreinskilinn. Það er númer 3. Að vera trúr og segja frá vegferðinni. Að fólk finni að því sé treyst, að það sé með borð í bátnum og það viti hvert við ætlum að fara. Tryggja þannig að allir séu að róa í sömu átt og báturinn séu á einni leið. Það fyrir ótrúlega orka þegar einstaklingar í sama ferðalagi róa í sitt hvor áttuna. Í dag þá starfa þó nokkrir bifreiðstingar hjá mér í Öskju og ég spurði nokkra þeirra í vikunni út í námið og hvað einkenndi það síðustu ár. Og það var gaman að finna og heyra og sjá að þráðurinn hann hefur haldið sér frá því ég var nemandi hér fyrir 30 árum síðan. Þráðurinn sem þau nefna eru tengslin við atvinnulífið, gefandi samstarfi í hópum og frábæri kennarar og tengslin sem þau mynda við nemendur í skólanum. Daniel Ómar, sem starfa sem sérfræðingur á vörusviði, nefnir tengingu við atvinnulífið, góðan félagsskap og hið góða veganesti sem námabifröst veitir fólki á vinnumarkaðnum. Björgvin Þór, sem er þjónusturáðgjafi hjá okkur. Hann segir fjarnámið og atvinnulífstenginguna skipta miklu og þeir sem kenna hér við skólan hafi raunverulega reynslu og þekkingu úr raunhagkerfinu. Sigrún Ágústa, sem er vörumerkjastjóri hjá okkur, nefnir að fjarnáma bifröst sé það besta sem í boði er. Tenging náms og verkefna við atvinnulífið og hversu sambandi kennara og annað starfsfólk sé gott og persónlegt gerir skólan einstakan. Öll nefna þau líka hina einstaka bifröstar anda og það er einmitt hann sem gerir háskólan á Bifröst svo magnaðan. Kæru nemendur, það er dálítið broslegt að hugsa þess að ég sem var ekki sérstaklega mikill bílakall á yngri árum skuli hafa eitt ævinni í þessu geira þó sem ég auðvitað umgengist bíla og þrifið og slípa felgur frá 6 ára aldri og vel fram yfir fermingu. Og einnig, ef móður mín ekki tekið sér til og skrá mig í háskólann á Bifröst, að þá verði ég líklega þá út í Portúgal. Stundum þurfum við þessa hvatningu, inngrip og ýtni frá öðrum til að finna réttu brautina. Finna hvað það er sem brúa bilið á milli þess sem maður brennur fyrir og maður vill vinna við. Eins og flestir vita að þá er Bifröst nefnd eftir regnbogabrúnni í norrænni goðafræði sem tengi jörð og himinn. Hún táknar ferðalag, litróf og tengsl. Þið standið nú á ykkar eigin Bifröst, brúnni sem tengir námstímann við framtíðina. Sumar brýr voru byggðar fyrir ykkur af öðrum, en aðra munið þið smíða sjálf, með dugnaði og þrautseigu. Og ég hvet ykkur til að leggja stað yfir þessa brú með hugrekki, trú á framtíðina og dugnað í farteskinu og muna að hafa allt litrófið með í för, gleðina, lærdóminn og metnaðinn. Kæru bifreiðstingar, leggið ykkur alltaf fram að koma fram við samstarfs- og samferðafólk ykkar af virðingu og heilindum. Þannig byggið þið upp orðspor ykkar og traust til framtíðar. Þannig náðu þið árangri sem þið getið verið stolt af, sami hvaða starfi eða á hvaða vettvangi þið munuð fara á í framtíðinni. Og lengi lifi Bifröstarandinn og til hamingju með daginn.
við þökkum Jóni Trausta kærlega fyrir. Áður en útskrift hefst veitum við hvatningaverðlaunin fyrir framúrskarandi árangur nemenda sem í námi við skólan. Þessi nemendur eru í fullu námi á haustönn 2025 og voru með hæstu meðalengun í sinni deild. Þau fá bókina Börn í Reykjavík eftir Guðjón Friðriksson sem forlagi bókaútgáfa gefur nemendum. Ég vil biðja Ólínu Kjerúl Þorvaradóttur að koma hér upp á svið og veita nemendum verðlaunin. Verðlaunahafana vil ég svo biðja að fara ekki að sviðinu fyrir búin að afhenda verðlaunin og fá mynd af ykkur. Fyrst það félagsvísindadeild, en það Herdís Hulda Guðmannsdóttir, nemandi í opinberri stjórnsýslu, sem að sýndi framúrskarandi árangur. Hún gat því miður ekki verið með okkur í dag, en við sendum henni hlýjar kveðjur norður yfir heiðar. Þá það lagadeild, en þar var það Katrín Ýr Árnadóttir sem að sýndi framúrskarandi námsárangur í viðskiptalögfræði og biðja hana að koma hér upp. Og að lokum það viðskiptadeildin og Ásdís Hanna Pálsdóttir nemandi í viðskiptafræði sem að sýndi framúrskarandi námsárangur og biðja hann að koma einnig hér upp. Innilega til hamingju með glæsilegan árangur. Og áður en við hefjum útskriftina hlýðum við að nýju á Soffíu Björgu sem ætlar að flytja okkur lagið Yfir regnbogann sem upphaflega samið af Harold Arlen og heitir á frummálinu Somewhere Over the Rainbow. Textan samdi hún sjálf eftir samtal þar sem við leituðum að lagi og texta sem hafði skírskotun í regnbogann og Bifröst. En Bifröst einmitt regnbogi sem að gegni hlutverki brúar og tengi miðgarð við goðaheima í norrænni goðafræði eins og Jón Trausti kom inn á. Á sama hátt og Háskólinn á Bifröst tengi nemendur starfsfólk við samfélagið nær og fjær. Gjörðu svo vel, Soffía Björg. Hamingju með daginn, hérna. Gaman að leiðrétta svona mentafólk. Lagið heitir Yfir regnbogabrúnni. Ég var svo mikil tossi í skóla, sko. Ég grín. Yfir regnbogabrúnni við heimannaskinn frá Bifrastar ljósalit rófi draumar þeir verða til. Yfir regnbogabrúnni og langt út í geim hún leiðir þig áfram veginn og aftur tilbaka heim. Einn daginn mun ég óska mér og vakna við að vindinn hefur lag
Því hamingjan vegabréf, hver sólar upprás minnir á að allt hægt. Yfir regnbogabrúnni fljúga þeir, fuglar sem þora að dreyma og fagna svo síðar meir. Hver sólar upprás minnir á að allt hægt. Yfir regnbogabrúnni fljúga þeir, fuglar sem þora að dreyma og fagna svo síðar meir. Fuglar sem þora að dreyma og fagna svo síðar meir. Til hamingju með daginn. Við þökkum Sofíu kærlega fyrir þennan glæsilega flutning og takk fyrir leiðréttinguna. Í dag munum við útskrifa 213 nemendur frá skólanum í félagsvísindadeild, lagadeild og viðskiptadeild. Við vonum að þið kæru hátíðargestir muni njóta athafnarinnar með okkur. Við byrjum á útskrift úr félagsvísindadeild og verður byrjað á grunnnáminu og í beint í kjölfarinu farið í meistarnámið. Ég býð Ólínu Kjerúl Þorvardóttur að koma og útskrifa. Takk fyrir Sofía. Kæru útskriftarefni félagsvísindadeildar, hópurinn minn. Ég ítreka áður framkomnar innilegar hamingjóskir til ykkar allra með þann áfanga sem þið hafi núna náð og ég vona að marki ykkur heilla drjúga braut. Fyrir sum ykkar er þetta loka áfangin, loka hnykkurinn, fyrir önnur er þetta áfangi á leið. En sú menntun sem þið hafi núna aflað ykkur er mikilvægur kafli á ykkar göngu sem hefur ekki aðeins legið skólakerfið, heldur lífið sjálft. Orðhlutin menn í menntun, orðinu menntun, segir okkur hver frumþýðing hugtaksins er. Að menntast er að eflast sem manneskja. Menntun er breytingin sem verður á okkur við það að meðtaka þekkingu, öðlast nýja sýn, skilja samhengi hluta og annað fólk. Ég vona innilega að sá lærdómur og sú þekking sem þið hafið aflað ykkur hér við Háskólann á Bifröst verði ykkur gagnlegt vegarnesti út í lífið, ekki aðeins á starfsvettvangi og framabraut, heldur ekki síður á lífsgöngunni sjálfri. Hjartanlegar hamingjóskir. Og að svo mæltu þá hef ég nú útskrift
42 nemenda, þar af 19 grunnnema og 23 meistaranema og það verkefnisstjóri félagsvísindadeildar Soffía okkar Dagmar sem að hjálpar mér með því að lesa nöfnin og ég bið fólk að koma hér jafn óðum. Guðrún Olga Árnadóttir ætlar að líka aðstoða okkur af því að við erum hérna í tvöföldu hlutverkum, ég og Ólína, þannig hún ætlar að fá að afhenda ykkur rósina. En við ætlum að byrja á heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði námslínunni, en það Jón Kristinn Elíasson. Gjörðu svo vel. Innilega til hamingju. Magnús B. Andrésson. Gjörðu svo vel og innilega. Tara Lind Pétursdóttir. Síðan koma nemendur úr miðlun og almannatengsl, en það Jón Oddur Jónsson. Marta Gunnlaugsdóttir og Sara Bergsdóttir. Næst það nemendur úr opinberri stjórnsýslu. Það Anton Kristinn Guðmundsson og Svana Ingibergsdóttir. Að lokum úr grunnnáminu það skapandi greinar, en það Arnar Eldon Geirsson, Assa Ágústsdóttir, Grétar Örn Eiríksson Kratz, Hanna Lára Pálsdóttir, Harpa Sigríður Óskarsdóttir, Máni Björgvinsson, Petra Hlíf Jóhannsdóttir Arnarsson, Rósa Björk Maróís Ásmundsdóttir, Rósa Guðbjörg Guðmundsdóttir og Sólrún María Jóhannsdóttir. Lilja Dögg Óladóttir, nemandi í BA í skapandi greinum, hún var hæst nemanda í grunnnámi með hæstu meðalengun og fær hún senda til sín þar sem hún gat ekki náð að vera með okkur hér í dag, Bose heyrnartól í verðlaun. Þá erum við komin í meistaranámi og byrjum á áfallastjórnun, en það Berglind Björk Hreinsdóttir, Elva Dögg Pálsdóttir, Elva Dögg Pálsdóttir, nei, Elva Dögg ekki, afsakið, þá það Elva Dögg Tryggvadóttir. En Elva Dögg Tryggvadóttir hæst í meistaranámi félagsvísindadeildar og hún hlýtur Bose heyrnartól í verðlaun. Kannski svo Ólína að fá líka mynd af ykkur saman. Já, áður en lengri tala. Já. Og við höldum áfram í áfallastjórnun. Það Erla Guðlaug Steingrímsdóttir, Gyða Björk Ingimarsdóttir, Halldóra Sigríður Brandsdóttir, Ragna Gestsdóttir, Sara Margrét Rabaska Brynjarsdóttir, Sigursteinn Ingvar Rúnarsson, Susann Eva C.M. Kristjansen, Silvía Dögg Sigurðardóttir.
Síðan tökum við nemendur í menningastjórnun, en það er Birna Klara Björnsdóttir, Helena Guðjónsdóttir, Hörður Lárusson, Jón Haukur Unnarsson og að lokum Þorgrímur Þorsteinsson. Ólína, þú kannski bara standa hérna aðeins. Þá er komið að útskrifa úr grunn- og meistaranámi í lagadeild og bið ég Hauk Loga Karlsson, deildarforseta lagadeildar, að koma hér upp og útskrifa ásamt settum rektor. Takk fyrir það, Sofía. Ágætu útskriftarnemar, það er mér heiður að standa hér í dag og útskrifa af laganemum við Háskólann á Bifröst. Ég óska ykkur öllum innilega til hamingju með áfangan, hvort heldur að hann sem varða á leið að frekara námi eða loka punkturinn áður en haldið er út á vinnumarkaðinn með nýja prófgráðu í vasanum. Í ár þá hefur lögfræði verið kennd við Háskólann á Bifröst í aldarfjórðung. En það er lagadeildin, næstelsta lagadeild landsins. Ég sjálfur hóf laganám það leyti sem einokun lagadeildar Háskóla Íslands á sínum tíma var að ljúka í upphafi aldarinnar og get ég vottað hversu þarft verk það var að losa lagakennslu úr fjötrum þess fyrirkomulags að fámennu hópur stýrði aðgengi að lagamenntun með háum þröskuldum sem að hélt þekkingunni á lögum á vitorði farra útvalina. Og stofnun lagadeildar Háskólans á Bifröst, hún losaði þessa fjötra og hefur haft jákvæð áhrif á aðgengi að laganámi æ síðan. Nú við einhver tilvonandi lögfræðinga vil ég segja eitt. Það að þekkja lögin er gagnlegt í óteljandi aðstæðum, jafnt í atvinnulífinu sem og í einkalífinu. Og kunnáttu lögin fylgir vald til þess að greina rétt frá röngu og til þess að leiðbeina samferðarfólki hvað sé rétt og rangt með tilliti til lagana. Og þessu valdi fylgir ábyrgð og ég vil hvetja ykkur til þess að sýna ábyrgð í verki og nýta þetta vald til góðs í hverju því sem að þið takið ykkur fyrir hendur í framtíðinni. Gangi ykkur vel. Þá byrjum við í grunnnáminu og viðskiptalögfræði. Það er Eygló Björg Jóhannsdóttir, Íris Hrund Sigurðardóttir, Íris Sigurjónsdóttir, Júlíus Björn Þórólfsson og Sigurður Vignir Óðinsson. Hæðsnemenda í grunnnámi í viðskiptalögfræði var Ingibjörg Birna Ársælsdóttir sem að gat ekki verið með okkur hér í dag og fær hún einnig verðlaun Bose heyrnartól frá skólanum. Og þá er það ML í lögfræði, Guðný Þorsteinsdóttir. Næstu nemendur eru með að fá MBL í viðskiptalögfræði og það er Björn Kristjánsson,
Dagbjört Víglundsdóttir. Og Maríanna Hugrún Helgadóttir. Jóhanna Guðmundsdóttir, MBL í viðskiptalögfræði, var hæst í meistaranámi í lagadeild og hún hlýtur einnig Bose heyrnartólin frá skólanum. Takk fyrir. Nú komið að ávarpi fyrir hönd grunnnema, en það flytur Agla Sól Hafdísadóttir, BS í viðskiptafræði, og býð ég hana velkomna hér á svið. Ég vissi ekki að vera alveg strax, afsakið mig. Virðulegi rektor, kennarar, starfsfólk, fjölskyldur og æðislegu útskriftarefni. Ég ætla kannski að byrja að kynna mig. Ég heiti Agla, sumir þekkja mig sem fröken Shubidoo eða Van Wilder nemendafélagsins. Og takk fyrir að leyfa mér að vera með þessa ræðu í dag. Ég hélt reyndi að vera komið nóg að mér, en nei, ég segi svona. Í dag stöndum við hér og fögnum tímamótum. Við erum að ljúka einu mikilvægu ferðalagi, en leið stíga fyrstu skrefin í næsta kafla. Fyrir hönd grunnnema vil ég þakka fyrir að fá að standa hér í dag og deila þessari stund með ykkur. Þegar við hófum nám á Bifröst vissum við ekki alveg hvert þetta myndi leiða okkur. Sum okkar komið beint úr framhaldsskóla, önnur aftur nám eftir mislangt hlé. Við vorum með ólíkan bakgrunn, ólíka væntingar og ólíkar ástæður fyrir því að vera hér, en fljótlega var ljóst að við áttum eitt sameiginlegt: viljan til að læra, vaxa og taka þátt. Ég ákvað að fara í Háskólann á Bifröst því ég vildi læra markaðsfræði í fjarnámi. Ég hélt áfram út af fólkinu sem ég kynntist í náminu. Það sem ég kannski bjóst ekki við var hversu sterkt samfélag getur myndast í fjarnámi. Staðlótuna eru meira en bara kennsla, þar eru vettvangur tengsla, vináttu og ógleymanlegar augnablika, og þar kynntist ég mínum bestu vinum. Það það sem gerir Háskólann á Bifröst svona ofboðslega einstakan. Þrátt fyrir þessum út allt, út allan heim, hittust við aðeins á ákveðnum tímum og lifum ólíkum lífum. Þá myndast eitthvað sérstakt. Bifröstarandinn is a thing. Hann birtist í samstöðinni, tæknivandamálunum á Teams, endalausu hópverkefnum og því hvernig við stöndum saman þegar á reynir. Og það einmitt þessi andi sem við erum að halda fast í. Bifröst ekki bara skóli, en samfélag. Hér höfum við lært meira en kenningar og fræðigreinar. Við höfum lært að spyrja gagnrýninna spurninga, vinna saman og standa með eigin skoðunum og bera ábyrgð. Bæði á eigin námi og á þeim samfélagum sem við erum hluti af. Leiðningað var ekki alltaf beinað auðveld. Og stundum krefjandi, stundum stressandi og stundum þannig að við þurftum bara einfaldlega að loka tölvunni og fara að hágrenja. Það ég. Þar voru skilverkefni sem komu of hratt, próf sem að reyndu á og augnablik þar sem við spurðum okkur hvort við værum á réttri leið. En við héldum áfram. Í dag situm við hér, eða stundum, með sönnun þess að við gáfumst ekki upp. Við skuldum mörgum þakkir. Kennarar sem að kröfust mikils á okkur og trúðu á okkur. Starfsfólki skólan sem hélt utan daglegt starf oft á baku tjöldin. Og ekki síst fjölskyldum og vinum sem studdu okkur, hvöttu okkur áfram og stóðu með okkur, jafnvel þegar álagið var hvað mest. Kæru samnemendur, í dag útskrifumst við ekki bara með eitthvað prófskírteini. Við útskrifumst með reynslu, tengsl og ábyrgð. Ábyrgð til að nota þá þekkingu sem við höfum aflað okkur á uppbyggilegan hátt, til að vera gagnrýnin, mannleg og meðvitið, hvort sem við förum út á vinnumarkaðinn í frekar nám eða eitthvað allt annað. Ég stolt af því að fá að vera hluti af þessum hóp. Stolt af samnemendum mínum, af fjölbreytileikanum, baráttunni og árangrinum. Ég þakklátt fyrir þá vegferð sem við höfum farið saman hér á Bifröst.
Leið og við kveðjum skólan vona ég að Bifröst muni dafna á ný og verða aftur háskóli allra. Nú tíminn fyrir starfsfólk og nemendur skólans til að standa saman við endurreisn Bifrastar og tryggja að Bifrastar hjartað og Bifrastar andinn haldi áfram að slá taktfast ókomna framtíð. Að lokum vil ég óska okkur öllum innilega til hamingju. Megum við taka það sem við höfum lært hér með okkur áfram. Ekki aðeins í starfi, heldur lífinu sjálfu. Til hamingju með útskriftina, til hamingju með okkur. Takk fyrir mig. Við þökkum Aglu Sól fyrir. En þá komið að því að útskrifa úr grunn- og meistaranámi í viðskiptadeild. Og bið ég Guðrúnu Jónsson, deildarforseta viðskiptadeildar, að koma upp á svið og útskrifa ásamt rektor. Kæru útskriftarefni, kæru gestir, fyrir hönd viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst vil ég óska ykkur innilega til hamingju, ekki bara ykkur útskriftarefnunum, heldur einnig fjölskyldum ykkar og vinum með áfangan. Það kemst eiginlega enginn í gegnum svona nám alveg óstuddur. Og þá í sömu andrá má líka þakka og óska kennurum ykkar til hamingju og samnefndum sem studdu ykkur í gegnum þetta. En ég vil líka þakka Jóni Trausta fyrir frábæra ræðu hérna áðan. Hann er frábært dæmi um farsælan starfsferil innan viðskiptalífsins á Íslandi og ég hef eiginlega lítið við hans mála bæta hvað varðar góð ráð og hvernig hægt að koma sér vel fyrir í atvinnulífinu. En ég vil þó segja og eiginlega vil bara leyfa ykkur að sitja svolítið í þeirri ræðu, ég heldur hún alveg hitti naglann á höfuðið. En því er til að bæta að hvað sem tekur við í viðskiptalífinu eða í samfélaginu ykkar og okkar allra, að þá óska ég ykkur öllum þess að þið finnið ykkur stað innan viðskiptalífsins og samfélagsins þar sem þið hlakkið til að koma í vinnuna á mótnana og hlakkið til að koma heim á kvöldin. Að því sögðu vil ég bjóða ykkur að koma upp og óska ykkur aftur innilega til hamingju. Þá það fyrst BS í viðskiptafræði og það er Daniela Spíkovska. Gjörðu svo vel. Og Vilhjálmur Darri Einarsson. Næst það viðskiptafræði með áherslu á fjármálastjórnun, Guðmar Guðlaugsson. Hreimur Guðlaugsson. Svo það viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði, Agla Sól Hafdísardóttir. Bríett Björk Sigurðardóttir. Dagrún Antoníett Patti Pís. Hafdís Þóra Ragnarsdóttir. Viðskiptafræði með áherslu á matvælarekstur er Harpa Sif Ingadóttir. Og viðskiptafræði með áherslu á þjónustufræði er Bjarki Sæþórsson. Næst koma nemendur með viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun. Birkir Einar Björnsson. Jóhannes Hjálmar Sævarsson. Jóhannes Hjálmar er hæðstur í grunnnámi í viðskiptadeild og hlýtur að verðlaunum Bós heyrnartól. Þá það Kolbrún Bjarnadóttir.
Kristinn Gauti Einarsson, Melissa Hortensia Moran Torres, þá erum við komin að meistaranemum og fyrst það forystu og stjórnun með áherslu á mannestjórnun. Ásdís Lilja Ingimarsdóttir, Ásdís Snót Guðmundsdóttir, Berglind Bergsdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Erla Dögg Halldórsdóttir, Guðbjörg Svandís Þrastardóttir, Guðný Hildur Magnúsdóttir, Halla Dóra Sigurgeirsdóttir, Heimir Haraldsson. Hildur, nei, ég held að Hildur hafi forfallast á, já, þá það Hugrún Sif Hallgrímsdóttir, Hulda Björk Guðmundsdóttir, Ingunn Júlía Tómasdóttir, Karitas Sól Kristjánsdóttir, Kristel Eir Eiríksdóttir, Lára Dís forfallaðist líka, Leó Snær Konráðsson, Liljanna Anna Daríusdóttir, Lovísa Líf Jónsdóttir, Malen Rún Eiríksdóttir, Margrét Sif Sævarsdóttir, María Björk Gísladóttir, María Rún Þorsteinsdóttir, Ólivía Júlía Tómasdóttir Saviska, Ólafur Örn Helgason, Ólöf Friðriksdóttir, Ósk Hauksdóttir, Ragna Dögg Magnúsdóttir, Rósa Soffía Haraldsdóttir, Rut Berg Guðmundsdóttir, Sigríður Ólafsdóttir. Soffía Rut Gísladóttir. Solveig Guðmundsdóttir. Stefania Ósk Þórisdóttir. Silvía Smáradóttir. Engin Silvía. Telma Tara Sirenge Janotsdóttir. Unnur Erlendsdóttir. Unnur Guðmundsdóttir og Valdís María Smáradóttir. Næst það forysta og stjórnun. Arnar Bjarnason, Ásþór Sædal Birgisson, Ástþór Sindri Eiríksson, Erla Rós Gylfadóttir, Heiðar Bergmann Sigurjónsson,
Inga María Ottósdóttir, Jón Ingi Þorvaldsson, Ólöf Steinunn Lárusdóttir, Sólrún Dögg Jónsdóttir og Solveig Hallsteinsdóttir. Næst eru það nemendur markaðsfræði. Ester Líf Ólafsdóttir, Helena Hrund Jónasdóttir, Kolfinna Bergþóra Bjarnadóttir, Pálína Dagný Guðnadóttir, Rósmarí Bergmann Guðmannsdóttir, Saga Björk Friðþjófsdóttir, Sigmundína Sara Gargiuolo Þorgrímsdóttir, Signý Jónasdóttir og Ögmundur Ísak Ögmundsson. Næst eru það nemendur með forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Auður Bára Ólafsdóttir, Berta María Óladóttir, Erla Heiðrún Benediktsdóttir, Halla Mjöll Stefánsdóttir, Halldór Sigfússon, Heiður Anna Hlynsdóttir, Hulda Sif Hermannsdóttir, Ingi Eggert Ásbjarnarsson, Ingibjörg Laila Arnarsdóttir, hún er afburðanemandi, það passar alveg, og fær að verðlaunum Bós heyrnartól. Þá er það Kolbrún Stella Indriðadóttir, Kristín Ásta Harðardóttir, Lárus Mikael Vilhjálmsson, Lilja Dís Harðardóttir, Lovísa Mjöll Jónsdóttir, Marta Sigurðardóttir, Óttar Kolbeinsson Proppe, Rún Gunnarsdóttir, Sandra María Ásgeirsdóttir, Sigrún Hrund Gunnarsdóttir og að lokum Þórgnýr Thoroddsen. Takk fyrir. Innilega til hamingju öll.
Nú er komið að ávarpi fyrir hönd meistaranema, en það flytur Elva Tryggvadóttir, MCM í áfallastjórnun og býð ég hana hjartalega velkomna á svið. Takk fyrir. Ágæti rektor, kæru útskriftarnemar, aðstandendur, kennarar og starfsfólk Háskólans á Bifröst. Hjartanlega til hamingju með daginn. Við stöndum á tímamótum, gleðilegum tímamótum, og við stöndum hér sem hópur fólks sem hóf ferðalag sitt með spurningar, ýmsar efasemdir og vonir og ljúkum því nú með þekkingu, reynslu og nýja sýn á heiminn. Það er ekki sjálfgefið að ná þessum áfanga. Á bakvið hvern og einn útskriftarnema liggja ótal klukkustundir af vinnu, fórnum, efasemdum og sigrum. Í dag er dagur til að staldra við, draga andann djúpt og leyfa stolti að fá að njóta sín. Við höfum lifað á tímum þar sem samfélagið hefur tekið hröðum breytingum. Áskorunum á alþjóðavísu fer hratt fjölgandi, en einnig hafa áskoranir litið ljós í okkar eigin háskólasamfélagi. Slíkar aðstæður minna okkur á mikilvægi þess sem menntun á að kenna okkur, að hugsa gagnrýnið, hlusta ólíkar raddir og leita lausna með virðingu og samvinnu að leiðarljósi. Ég hafði lengi litið til náms á Bifröst og þó svo ég væri búin að ná í aðra gráður, að þá kom ég hingað með þann hug að fara í 2-3 áfanga. Ég vildi fylgja þessari þróun, því að allt er að breytast mjög hratt og efla eigin þekkingu. Þið sjáu hvert að leiddi. Sífellt fleiri áfangar bættust við og að lokum var óhjákvæmilegt að gera lokaritgerð. En ekki af skyldurækni, heldur vegna þess að við ótal tækifæri sem frekari rannsóknir geta varpa skýrari ljósi á. Sérstaklega hér á landi og þau er mikilvægt að grípa. Ein af sérstöðum Háskólans á Bifröst er svo hann hefur verið leiðandi í sveigjanlegu námi og fjarnámi. Við sem útskrifst í dag vitum vel að slíkt nám krefst ekki aðeins aga, heldur einnig mikillar sjálfstjórnar, skipulags og seiglu. Við höfum mörg samræmt nám með vinnu, fjölskyldulíf og aðra skyldur og tengst fólki á stöðum sem við höfum annars enga snertingu við. Við höfum setið yfir verkefnum seint á kvöldin, hort á fyrirlestra á milli annara verkefna dagsins og lært að halda áfram þó svo aðstæður séu krefjandi. Sú reynsla hefur ekki aðeins kennt okkur fræðin, hún hefur mótað okkur og við vaxið sem einstaklingar. Við getum verið stolt af því að hafa lokið námi við Háskólann á Bifröst. Vikulegi póstar sýndu okkur öflugst starf skólan og færði mann einhvern veginn nær. Þetta varði einhvern veginn meiri skóli, þó svo að við bjúum í fjarheimum. Ásamt því að staðlótur sköpuðu dýpri tengingar. Þó svo að síðustu verkefnum sé lokið, þá finnum við visst tómarúm og vissan söknuð, þó margir séu vissulega guðslífandi fegnir. Skólinn hefur lengi lagt áherslu á gagnrýna hugsun, samfélagslega ábyrgð og hugrekki til að takast á við flókin verkefni. Það eru verkfæri sem við tökum með okkur og eru eiginleikar sem að samfélagið þarf á að halda, kannski meira nú en nokkru sinni fyrr. Þeir sem studdu okkur á leiðinni eiga skilið sérstaka þakkir, fjölskyldum okkar, vinum og samstarfsfólki ásamt baklandi okkar sem við áttum í kennurum og starfsfólki skólans. Fólki sem hvatti okkur áfram þegar á móti blés og veitti ómetanlegan stuðning. Þessi útskrift er ekki aðeins okkar, heldur líka okkar allra. Í dag skulum við lifa stolti, þakklæti og frekari persónulegum vexti að ráða ríkjum. Við tökum með okkur minningar, vináttu og reynslu sem mun fylgja okkur langt út fyrir námið. Fyrir hönd meistaranema þakka ég fyrir samfylgdina, gleðilega hátíð. Við þakkum kærlega fyrir þessi orð, Elva. Kæru hátíðargestir, leið og ég segi þessari útskriftarhátíð slitið,
vil ég óska nýútskrifuðum nemendum innilega til hamingju með daginn. Þakka ykkur fyrir samfylgdina og óska ykkur alls hins besta. Takk fyrir.